Já, Arnar, 2-1 tap niðurstaðan. Hver er svona fyrstu viðbrögð? Fyrstu viðbrögð bara gamla klísjan. Vonbrigði. Við vorum slakir í fyrri hálfleik í kvöld og svona bara eiginlega versta frammistaða bara frá ég tók við. Og ég læt það, alltaf að gera mistök og allt þess en þú voru að mæta til leiks, þú voru að mæta vel gíraður og vel peppaður upp og þrátt fyrir að tímabilið farið til fjandans þá voru að berjast fyrir klúbbiðinn og sýna smá lit og karakter og það gerði það enginn í fyrri hálfleik. Seinni hálfleikur var mun skárri. En það sem gladdi mig í dag voru margir ungir leikmenn að spila á báðum liðum og stóðu sig mjög vel. En eldri leikmenn þurfa aðeins að gera sér brók af því að til að vera með balans í liðinu og gott lið þá þurfa eldri leikmenn að styðja við yngri leikmenn, þetta virkar ekki öfugt. Við kemur inn á að tímabilið farið svolítið út gluggann, sitt í 10. sæti núna eftir 15 umferðir. Það hlýtur að vera gríðarleg vonbrigði miðað við svona þar sem búist við fyrir mót. Já, þetta er þess að segja, það hefur basically allt farið úrskeiðis sem hefur hægt að fara úrskeiðis í einu liði. En það eru 7 leikir eftir og við þurfum að gíra okkur upp áfram af því að það var svo leiðilegt að allt myndi farið til fjandast núna og einhvern veginn að við yrðum að einhverju aðhlátursefni þannig að það má alls ekki gerast á minni vakt sko, en það er rétt, þetta er búið að vera brekka og það var líka svona oft mannlegt eðlilega að menn fara rosalega mikið að vorkenna sjálfum sér og fundi allt í foráttu og það sást greinilega í fyrri hálfleik og við ræddum aðeins málin í hálfleik og talaði bara um að þetta væri óásættanlegt og það var aðeins skárri í seinni hálfleik en þetta var dapurt. Þið hafið verið svolítið vandræðið með að skora og svo núna þegar Óttar er farinn þá er henni bara 2 sem eru konum með fleiri heldur en 2 mörk í liðinu. Það hlýtur að vera svona svolítið áhyggjuefni. Já, ég meina, náttúrulega ég veit ekki alveg hvort ég þurfa að minnast það en það náttúrulega vantaði alla framherja í kvöld. Níkól var meiddur og Helgi meiddur en við vorum enga framherja þannig að það gefur augalega að það er erfitt að skora marka ef við erum ekki með framherja í liðinu og við reyndum að færa miðjumenn aðeins framar og reyna að búa eitthvað til en ég meina framherja fá best borgað í fótbolta þegar skora mörk og þegar ekki með framherja þá er erfitt að skora mörk. Þrátt fyrir svona erfitt tímabil þá ertu ekkert farin að hafa að gera stöðunni eða neitt svoleiðis í félaginu? Minni? Nei. Ég er búinn að nógu lengi í þessu bransa að þetta er result business og það gengur ekki fyrir mig endalaust að tala um einhverja tölfræði hvað við erum aðeinslegir í einhverju possession og einhverjum XG og einhverjum alls konar fræðum við vinnum ekki leiki, það gefur augalega en ég hef basically samt engar áhyggjur, ég mun sofa mjög rólegur í kvöld. Missum menn í meiðsli í kvöld, er eitthvað að frétta af þeim? Rúmeníuleikurinn í hættu hjá Kára? Ég hef smá áhyggjur honum, þetta virkaði, fekk högg og einhvern veginn tognaði í nára og það kortir landsleiki og líka bara við þurfum líka á honum að halda líka þannig að ég hef smá áhyggjur á honum en vonandi hann verður assessaður á morgun og vonandi koma þá jákvæðari fréttir úr því. Takk fyrir. Takk að þér.